Komið sæl og bara takk fyrir, gaman að fá að vera hérna. Ég passa ekkert rosalega vel inn í þennan hóp, hvorki tæknilega né kynlega séð. En ég ætla að reyna. Mér langar að segja ykkur frá sjónrænni stjórnun sem að við höfum innleitt í Landsbankanum. Hvað er sjónræn stjórnun, hvernig innleitum við þetta og hvernig hún að nýtast okkur hérna í útibúinu á Akureyri. Byrja hérna á stefnu Landsbankans. Ég veit ekki hversu mikinn áhuga þið hafið á henni, en Landsbankinn er með skýra stefnu og vill vera til fyrirmyndar og skapa ávinning fyrir viðskiptavini, samfélag og eigendur og svo framvegis. Við viljum vera hagkvæm og vera með sterka stjórnun og liðsheild og sýna ábyrga markaðssókn. Við viljum hugsa eins og Hólmar að selja og gera vel. En þessa sjónræn stjórnun byggir í rauninni á stefnumiðaðri stjórnun. Þannig að þegar að þetta byrjar allt frá stefnunni, síðan koma vegvísarnir okkar sem við vinnum eftir og við búum okkur til lykilmælikvarða sem við vinnum út frá. Fyrst kemur bankinn, yfirmenn bankans með sína stefnu og vegvísa sem hríslast niður á sviðin og svo niður í deildirnar og útibúin sem að við í útibúunum, ef við keyrum þetta niður okkur, þá búum við okkur til verkefni sem styðja við stefnuna og tryggja að við náum þeim árangri sem okkur er ætlað og notum til þess sjónræna stjórnun sem eru svona verkefnastjórnunartöflur. Og þið sjá að þetta er ekki rosalega tæknilegt miðað við það sem við höfum verið að sjá hér í dag. Þetta er dálítið leikskólalegt, en þetta virkar. Það segir ykkur sem sagt, þessar töflur tryggja markvisst utanumhald verkefni og umbætur og styðja við innleiðingu á stefnu bankans. Og hvað er markmiðið með sjónrænni stjórnun? Það er að skapa vettvang og innleiða stefnu og vegvísa sem sagt að starfsmenn og stjórnendur þekki vegvísinn og noti hann og að það sé verið að vinna réttu verkefnin. Með þessum fáum við skýra yfirsýn yfir verkefnin og ábyrgð og framgang, að fókusa á að við séum að vinna þau verkefni sem er í gangi í hverju sinni og við eigum að vera að vinna og það er skýr ábyrgð og einföld framsetning. Næstu skref eru skýr og þau eru tímasett og við ræðum hindranirnar og við sjáum til þess að allir hafi sameiginlega skilning á þessum verkefnum sem við erum að vinna. Með þessu fáum við skýra yfirsýn yfir ferla og við samræmum vinnubrögðin, verklagið er aðgengilegt, við sköpum vettvang til að innleiða menningu, stöðugra umbóta. Þetta segir sig aðeins betur sjálft þegar við förum í töfluna á eftir. Ég ætla bara að rúlla hennar hring, samtalið að reyna að vera fljót af því ég veit að það býður eitthvað skemmtilegra en ég. En svo komum við á skýrum farvegi fyrir nýjar hugmyndir. Þarna fá allir tækifæri til þess að hafa áhrif á starfsumhverfi sitt og koma með hugmyndir. Við tryggjum markvissa miðlun upplýsinga. Bæði á þessum fundum þá ber stjórnandanum og starfsmönnunum að miðla upplýsingum og það fá allir skýra yfirsýn yfir það sem er að gerast í útibúinu eða starfsstöðin á hverjum stað. Með þessu stuðlum við að öflugri liðsheild því að það er sameiginlegur skilningur á verkum þess sem hinir eru að gera, menn skilja hvað hinir eru að gera, menn fá aukið sjálfstæði og það er minna svona við og þið að gera þetta og við að gera hitt, það vita allir hver á að gera hvað og við tökum saman ákvarðanir hvernig ætlum við að bæta það sem við ætlum að bæta eða það sem við erum að fara að gera. Og það er við ástundum skilvirka fundamenningu, það er mjög stífur rammi í kringum þessa töflufundi okkar. Sem sagt, innleiðingin okkar, þegar við byrjum að taka upp þessa sjónrænu stjórnun hérna í útibúinu á Akureyri, þá byrjum við á því að vera með starfsdag, þar sem allir tóku þátt í að búa til þessa töflu. Við byggum til verkefni á vegvísin okkar og þessi verkefni á vegvísinum, upp frá þeim gerðum við grunninn að töflunni, við settum forgangsröðum hvað við ætlum að taka fyrst og svo framvegis. Svo
fylltum við töfluna með verkefnum, við héldum stíft utan fundi í svona 6 til 8 vikur, vikulega þar sem að farið var yfir verkefnin og þetta svona fest í sessi og það tekur smá tíma að bæði að samfæra fólk ágæti töflunar og bara læra á hana, þetta virki en niðurstöður kannana hafa sýnt að þetta skila sér og til þess að þetta skili sér þá er náttúrulega rosalega mikilvægt að passa að helstu verkefni sem verið er að vinna komi inn á töfluna til þess að upplýsa hvað er í gangi á hverjum tíma og það er líka rosalega mikilvægt að hafa fundina í föstum skorðum að verða ekkert kjaftaði en það má heldur ekki vera leiðilegt þá nennir enginn að taka þátt í þessu, þetta verður að vera skemmtilegt. Býtum nú við. Sko, svona er dagskrá fundana hjá okkur. Við byrjum á spjalli. Spjalli því það bara að stjórnandi eða starfsmenn er að upplýsa eitthvað sérstakt sem er í gangi, eitthvað sem þarf að koma á framfæri við alla starfsmenn. Síðan förum við yfir verkefni sem er í vinnslu. Við förum yfir hugmyndir á milli funda og það er hugmyndir sem búið að samþykkja en er ekki komin í ferli og svo erum við með mælingar. Ég ætla að sýna ykkur töflun okkar og bara aðeins að rúlla í gegnum hana ganni þannig þið skiljið út á hvað þetta gengur. Við byrjum alla fundi eftir spjallið, þá förum við yfir þessi verkefni sem er í vinnslu. Það er með ráðum gert að þið get ekki lesið hvaða verkefni eru. Þannig og það er einhver einn ábyrgðaraðili að hverju verkefni og verkefnin verða að styðja við vegvísin okkar, stefnun okkar, hvert erum við að fara. Þetta verða að vera verkefni sem skipta okkur máli. Sum taka langan tíma og sum stuttan tíma og hverju verkefni er loka dagsetning. Hvenær ætlum við að vera búið með þetta? Svo eru undirliðir á hverju verkefni fyrir sig. Og það geta verið ákveðna dagsetningar, viljum að vera búið með þennan hluta fyrir þennan dag og svo framvegis. Og sá sem er ábyrgðaraðili verkefnisins, hann segir á hverjum fundi hvar verkefnið er statt, hvað hefur gerst síðan síðast. Þegar við erum búin að fara yfir verkefni í vinnslu, þá skoðum við hugmyndir á milli funda. Það hefur verið nýbúin fundur hérna hjá okkur þegar þessi mynd var tekin, því það er engin hugmynd á milli funda þarna. Við ræðum þá hugmynd og metum hvort hún á að verða verkefni, hvort þetta er eitthvað sem við ætlum ekki að gera og hvort að sjálfsögðu hvort að hún styður við stefnun okkar. Og í framhaldi ákveðum við útfærslu á þessari hugmynd. Hún getur lent hérna á kantinn og þessi verkefni sem eru neðst á kantinum, þetta eru hugmyndir sem við ætlum að vinna að en það eru ekki bara komið að þeim. Það bíða hérna á kantinum þangað til að verða verkefni í vinnslu. Og að endingu á þessum fundum þá förum við yfir mælingarnar okkar. Þið sjáu kökuritinn þarna. Þetta eru mælingarnar okkar yfir það sem við erum að mæla hverju sinni. Svo þetta, ég ætla nú ekki að fara neitt ná í þetta, en svona höldum við utanum, sem sagt, og pössum, förum reglu yfir hvort við erum að nýta þetta eins og við eigum að vera að nýta þetta. Sem sagt, er stefnan sýnileg, er vegvísinn sýnilegur, erum við að vinna þetta eins og okkur ber að vinna þetta. Erum við að nýta fundina, dagskrá fundar eins og okkur ber og svo framvegis. Og fylgjum því eftir að þetta sé gert í þessari röð, innan þessa ramma, þó þetta sé einfalt og virðist kannski, barnalegt eins og ég sagði áðan, eins og fyrir leikskólakrakka, þá bara trúi ég á þetta og þetta er að virka, ég get bara sagt ykkur það. Og árangurinn er sá á notkun þessara taflna að starfsmenn þekkja stefnu og vegvísa. Það er skýri yfirsýn yfir verkefnin, ábyrgð og framgang, skýri yfirsýn yfir ferlana og þetta tryggir umbótahugsun og stöðugar umbætur. Við erum alltaf að kalla eftir nýjum hugmyndum, hvað getum við gert betur, þannig að hver og einn ber ábyrgð á sínu starfi, að koma með hugmyndum hvað get ég gert betur, hvernig er hægt að gera það sem ég er að gera á hagkvæmari hátt og svo framvegis því að hver veit það betur en sá sem vinnur starfið. Þetta er farvegur fyrir nýjar hugmyndir og tryggir markvissa upplýsingamiðlun og þetta náttúrulega hefur áhrif á liðsheildina, við séum öll í sama liði og stefni sem átt. Og
og fundarmenningin skilvirkari af því við vinnum innan svo stífs ramma. Þið heyrið ég tala dálítið hratt, ég að flýta mér fyrir ykkur og mig til þess að komast hérna fram. En ég ætla að sýna ykkur bara að lokum að þetta að skila sér þegar að fólk spurt. Það búið að innleiða þetta semst í Landsbankanum í heild, bæði í útibúin, höfuðstöðvarnar og flest allar deildir bankans. Og þegar að fólk spurt, finnst mér töflufundirnir gagnlegir, þá eru 34 pluss 47 eða 60, 70, 80% sammála eða mjög sammála að það sé gagn að þessum fundum. Stjórnandi nýtir þessa fundi til upplýsingagjafar. Þarna eru 53 pluss 36, 80, 90, yfir 90% eru frekar sammála eða mjög sammála að þetta sé nýtt til upplýsingagjafa. Og hefur taflan hjálpað okkur að innleiða umbætur í einingunni. Og niðurstaðan sú að það sama sagan. Svo miðað við þessar niðurstöður og upplifun okkar af því að nota þessa töflu og meiri segja einfaldir hlutir, bara gaman að segja frá því. Einfaldir hlutir eins og hvað á ég að taka sem dæmi, bara það vantar nýja eldhúsklukku í mötuneyti hjá okkur. Það búið að tala um það í smá tíma, svo fer það á töfluna og það komið daginn eftir. Þetta fáránlegt, en við erum búin að sjá mörg svona dæmi sem búið að tala um, það þarf að gera þetta, við erum að klára þetta, þetta fer á töfluna, klárast. Og svo líka verkefnin sem að taka lengri tíma og eru flóknar og erfiðari, að sá sem ber ábyrgð á verkefninu, það svolítið erfitt að mæta á marga fundi og fresta tímasetningu. Þannig að þetta líka pressa að klára verkefnin sín innan tímarammans. Þú ræður sjálfur með þitt verkefni, hvað heldur þetta að taka í langan tíma og setur einhvern ákveðin tíma. Þannig að það hefur áhrif að rúlla þessu þannig gegn og þá eru líka fleiri að fylgjast með hvað að gerast. En ég ætla bara ekki að hafa þetta lengra. Takk fyrir að hlusta og gaman að vera með ykkur og hlakka til að vera með ykkur hérna eftir.